Verið velkomin í þáttinn Hin Reykjavík. Ég heiti Sanna Magdalena Mertudóttir og við erum hér Sanna og Danni og við ætlum að ræða í dag mikilvægi hinsegin fræðslu og hingað til okkar í þáttinn eru komnar þær Hrefna og Tótla sem ætla að segja okkur frá hvað þetta er mikilvægt og við ætlum að fræðast þessi mál og það spjall þetta og kannski að ég byrji á þér Hrefna. Þú hefur verið í skólum og svona frístundaheimili eða félagsheimili. Hvar starfa þú ef ég maður spyrja og hvað felst í þínu starfi? Ég bara spyr bara mjög grundvallar spurninga. Bara mjög skiljanlegt, stundum tíni þessu sjálf hvar ég er og hvað ég geri. En ég er forstöðukona í hinsegin félagsmiðstöð Tjarnarinnar og Samtakarinn 78. Og hinsegin félagsmiðstöð er félagsmiðstöð fyrir hinsegin ungmenni á aldrinum 13 til 17 ára og önnur ungmenni sem eru styðjandi við hinsegin ungmenni. Og það er svona mitt aðalstarf. Ég er tómstunda- og félagsmálafræðingur og hef starfað í félagsmiðstöðum bara í fleiri ár heldur en ég vil viðurkenna. Og datt inn í þetta verkefni fyrir 4 árum síðan og hef verið síðustu 4 ár að sjá hinsegin félagsmiðstöðina og bara hinsegin ungmenni í borginni og víðar. Þannig það var alveg þörf á þessu greinilega og einmitt svona varðandi margbreytileikann og svona sérstaklega að halda utanum. Já, bara því að við erum svo ótrúlega heppin að við erum einhvern veginn núna árið 2020 komin á þann stað að krakkarnir eru farnir að átta sig á bara sínum kynhneigðum og bara eru með mun meiri kynvitund núna heldur en bara fyrir 4 mánuðum þegar ég byrjaði. Og þegar ég byrjaði með hugtaki hinsegin félagsmiðstöðina fyrir 4 mánuðum síðan þá vorum við að taka á móti 20-30 krakkum í hverri viku og núna 2020 það eru 120 krakkar að koma í hver einstu viku þegar það er opið. Nú er náttúrulega COVID þannig að starfsemin er aðeins öðru sig en þegar við erum opið þá er bara fullt hús og það svolítið gefur vísbendingar bara hvað fræðsla hefur haft mikil áhrif og hvað þetta er svona smátt að vera meira norm í samfélaginu að átta sig á sinni kynvitund svona snemma. En Tótla, þú starfar hjá samtökunum 78 og geturðu svona aðeins sagt okkur kannski hvað það er sem að þau eru að gera. Þetta er náttúrulega mjög víðfeðm starfsemi og hún hefur kannski dálítið breyst svona á tímum COVID eins og hjá mörgum. Það er kannski erfiðara að sinna fræðslunni og samtalinu svona í gegnum skjái og tölvu og nú bara veit ég ekki hvernig þessu hefur verið háttað síðustu mánuði. Einmitt, ég starfa sem fræðslustýra Samtakanum 78. Þannig ég vinn við það að fara inn í skólana og tala við krakkana og tala við kennarana og fara bara eiginlega út allt inn í atvinnulífið og bara alla snertifleti við hinsegin fólk í rauninni. Svona aðalstarfið mitt er að fara inn í skólana og tala við krakkana og það er bara náttúrulega búið að vera mjög erfitt á þessu ári. Þetta er fyrsta árið mitt sem fræðslustýra Samtakanum 78, þannig að ég byrjaði frekar harkalega svona, en ég hef verið að reyna bara að taka þetta gegnum net það sem ég get. Ég hef verið að einblína aðeins meira núna á kannski kennarann og starfsfólkið á meðan að þetta ástand er í gangi. Þá hefur verið kannski að fara meira inn á kennarafundi og taka fyrir málþing og tala við námsráðgjafana og annað slíkt. En svo hef ég reynt inn á milli með svona eldri hópana að kenna þeim í gegnum netið og það hefur gengið mjög misvel. En við höfum reynt það. Sem sagt að fara, svo hef ég líka verið að halda nokkra fyrirlestur upp í háskóla. Það hefur verið alls konar líka. Ég lenti því að einhver kveikt á ryksugunni í miðjum fyrirlestri og við vorum inn í einhverju forriti sem við þekktum ekki og gátum ekki mjúta, þannig að það voru bara góða 4-5 mínútur í læknisfræði í háskólanum þar sem einhver var að ryksuga. Það var til dæmis eitt af því sem við lenti í.
En já, það svona mitt aðalstarf er að fara inn í skólana og reyna að fræða í þessu ástandi. Og það virðist eiginlega vera þannig, í hvert einasta skipti sem ég fæ að komast inn í skólana, þá gerist eitthvað. Ég átti að fara í fyrstu fræðsluna núna í dag eftir langan tíma og þá fór dóttir mín í sóttkví og ég með henni. Þannig að það gekk ekki upp. Þannig að þetta er búið að vera svona frekar flókið ástand. Þetta er alveg, þetta er mjög krefjandi aðstæður. Já. En svona varðandi grunnskólana, ef ég skil þetta rétt, þá það er náttúrulega frábært að fræðsla að hún sé að aukast og að sé orðið meira þetta og það eru skólar og stofnanir og vinnustæðir að óska eftir fræðslu og það komur svona meira samtal og það er mjög jákvætt. En ef ég skil þetta rétt þá er þetta dálítið svona valkvætt. Þetta er ekki endilega eitthvað svona sem er bundið í fræðslu að það þurfi að fræða hinsegin málefni, að þurfi að taka fræðslu bara hvað við erum alls konar ólík og þannig að er það svona réttur skilningur hjá mér að við séum ekki komin á þann stað að þetta sé eitthvað sem að allir skólar svona verða að fara í gegnum með það? Að einhverju leyti, þetta er bundið við aðalnámskrá, þannig að þetta ætti náttúrulega að vera í hverjum einasta skóla. En þetta hefur verið svolítið valkvætt til dæmis í Reykjavík, þá hafa skólarnir bara fengið að óska og hafna fræðslum eins og þau vilja. En þau eiga náttúrulega að sinna þessu sjálf ef við komum ekki þar inn. Við erum núna með samning við Reykjavíkurborg sem er að halda áfram núna eftir áramót. Þannig að allir skólar í Reykjavík geta óska eftir fræðslu frá okkur í rauninni gjaldfrjálst eða búið að borga hana fyrirfram sem sagt. Og svo hafa þau bara val með það hvort þau nýti sér hana ekki. Og við viljum náttúrulega allir nýti sér hana, en það er mjög mismunandi eftir því hvort að skólarnir vilji fá einhvern utanaðkomandi inn í skólana að fræða það ekki. En við höfum oft svolítið áhyggjur af því að þegar við í þeim skólum þar sem við erum ekki að koma inn að þau sé sitt yfir höfuð. Þannig að það er svona, já. En við erum til dæmis með annan samning við Hafnarfjarðarbæ, þar sem það er rauninni ekki valkvætt. Þá förum við bara inn í alla skóla, í alla 8. bekki Hafnarfirðinum og fræðum og kennararnir fá fræðslu, sem sagt allir kennarar í Hafnarfjarðarbæ fá hinsegin fræðslu og sem er svo endurnýjuð á 3 ára fresti. Þannig að allir nýjir kennarar í Hafnarfirðinum fá fræðslu á hverju ári sem eru að koma nýjir inn og svo er endurmenntun á 3 ára fresti. Og það er nú kannski svona, fyrir mér er það svolítið draumurinn, þannig að við séum alltaf með starfsfólk innan skólana sem eru meðvituð í rauninni. Og hafa setið hinsegin fræðslu. Þetta er svona mismunandi eftir sveitarfélögum, hvernig þau taka á þessu máli. Fræðsla er mjög mikilvæg. Já, kannski svona aðeins þetta er kannski dálítið í allt aðra átt en bókmenntir og bækur og náttúrulega samfélagi sem við lifum í. Þetta er kannski dálítið stór spurning en sko náttúrulega fá mikið af þekkingunni okkar út frá því sem við sjáum í kringum okkur og hvernig er talað heiminn og svona hvað við speglum okkur dálítið í því sem er í kringum okkur. Þannig að þetta er kannski meira svona til að velta fyrir sér en endilega kannski svara núna alveg spot on. En svona sjáu þið mikið mun þegar þið eru í skólum að bækur sé að endurspegla svona fjölbreytta heim sem við búum í eða sko finnst ykkur einhvern veginn að bækurnar fyrir meira að ná utan fjölbreytni það samfélag sem við búum í. Við vorum með þátt fyrir einhverju síðan þar sem það komið mitt fram að það þyrftum að sjá einhvern veginn meiri fjölbreytni í bókum, bæði bara varðandi orð og myndir og ímyndir og reynsluheim krakka, unglinga og barna og þetta væri dálítið svona eitthvað sem þyrfti að bæta. Það væri að eiga sér stað en að þetta væri eitthvað sem að þyrfti algjörlega að bæta til þess að börn geti líka bara svona lesið sig í bókum, skáldsögum en líka bara svona fræðslubókum og þegar að vera að tala bara hvað börn og ungmenni eru að upplifa í dag. Þetta er svona, eru þið með einhver svona skoðanir á þessu? Þetta er kannski aðeins út fyrir
þetta fræðslusvið, en þetta svona kannski tengist aðeins. Einmitt, við sjáum alltaf meiri endurspeglun núna heldur en við gerðum fyrir örfáum árum síðan. Bara núna jólin að koma út alls konar bækur sem endurspegla einhver leyti hinsegin veruleika sem við finnst vanta mjög mikið. Við gerðum könnun 2017-2018 á hinsegin ungmennum þar sem þau voru helst að biðja var námsefni og í rauninni bara þeirra menning væri einhvern veginn endurspegluð í því sem þau sjá í kringu sig. Til dæmis núna í ár að koma út Fávita-bókina Sólborgar, bók eftir Siggu Dögg, bók eftir Ingilaug og Maríu Rut. Við erum að sjá miklu meiri endurspeglun á veruleika hinsegin ungmenna í bókum í kringum okkur heldur en við höfum gert undanfarin ár. En að því sögðu þá heyri ég sjaldnast frá elsku krökkurum okkar bækurnar. Við heyrum það kannski meira þegar við að tala bíómyndir og þætti og annars slíkt sem endurspeglar þeirra veruleika. En Hrefna kannski við meiri punkta þetta mál, því hún umgengst meira krakkana í því samhengi. Já, ég náttúrulega nýtir að forréttinda að fá að vera í samtali við krakkana og hitta þau svona undir venjulegum kringumstæðum. Það sem að þau tala aðalega eitthvað svona current efni og þá, sérstaklega eins og Tóta nefnir, kennslubækur, að þau geti speglað sig í því sem verið að kenna og bara, mjög gott dæmi að það ennþá skólar sem fastir í, karlkyns og kvenkyns kynfræðslu. Og að bækurnar sem þau að lesa í skólanum séu svolítið bara svona heteronormatívar. Og svo talaði líka bara svona almenna bókmenntir, ef við skoðum bara jólabókaflóði fyrir hinsegin unglinga, að það ekki mikið af efni fyrir þau sem afsaki hundur minn aðeins að tjá sig, hann vill vera með, svo mikið félagsvera. En það ekki mikið efni sem að þau sérstaklega tengja við sem ekki kannski kynfræðslu tengt eða svona samskiptatengt. Það engar skáldsögur eða eitthvað svona sem að endurspegla þeirra hinseginleika. Þannig að þau aðalið kannski í ensku bókmenntunum og efni á ensku. Þannig að náttúrulega bara það sem að væri gaman að sjá væri eitthvað svoleiðis fyrir hinsegin unglinga á íslensku. Ég held að hundur minn sé sammála. Já, það var einmitt eitt af því sem kom fram í þættinum sem við tókum bókmenntir að það væri náttúrulega vandamáli væri þessi litli markaður og svona vegna þess að hann stjórnast að sjálfsögðu á því hvað selst að þá þetta lítill markhópur á litlu markaði þannig að við þurfum kannski að halda niður okkur andanum í smástund áður en að það verður að veruleika. En mér langaði að spyrja það eins Hrefna út í bara svona daglegt starf þessar ágætu hinsegin félagsmiðstöðvar þegar það ekki COVID og svona kannski hvernig það hefur breyst núna á þessum tímum? Já, við erum með opið einu sinni í viku, þannig að öll þriðjudagskvöld eru opnanir hjá okkur og opnanir hjá okkur eru í raun og veru bara alveg eins og hið almenna félagsmiðstöðarform eða kannast við svona, þessar gömlu góðu félagsmiðstöðar sem hafa verið í mörg ár. Og það svolítið það sem að ég vildi leggja upp með, að þetta væri ekki einhver sérstakur staður sem væri allt öðru sem heldur en allir hinir, heldur væri þetta bara félagsmiðstöð eins og hver önnur félagsmiðstöð, en við værum með þetta sérsvið að þjóna hinsegin unglingum. Og væru með þessa hinsegin sérþekkingu hjá okkur þannig að þau geti komið og endurspegla sig í bæði starfsfólki og bara því sem við erum að taka okkur fyrir hendur. Svona daglegt starf aðalega það, þetta því miður þetta undirfjármögnuð starfsemi og svolítið bundin við þá prósentu sem höfð í þetta verkefni sem 25%, sem mjög lítið fyrir þennan stóra hóp en svona dagleg starf sem eru þessar opnanir svo höfum við líka verið að bjóða upp á bara almenna ráðgjöf og þau geti bóka tíma bara í spjall og
svolítið fengi kannski að venda eða bara fengi ráð bara hið daglega líf, af því að það náttúrulega það sem að félagsmiðstöðvarstarf snýst svolítið mikið það bara þessi samræða, þetta samtal og svolítið svona að fá ráðgjöf á jafningjagrundvelli og við leggjum rosalega mikið upp úr því. Við erum núna frá 2018 erum við hluti af Samfés sem samtök félagsmiðstöðva á Íslandi. Þannig að okkar félagsmiðstöð tekur virkan þátt í öllu sem að þar í gangi. Núna 2020 tókum við í fyrsta skipti þátt í Stíl sem fatahönnunarkeppni á þeirra vegum og söngkeppni Samfés. Þannig að við erum svolítið svona að taka lítil skref í átt að því þetta verður bara eins og hver önnur félagsmiðstöð þar sem að hver sem getur komið en svona það sem kannski öðru segir að við fögnum hinseginleikanum á ótrúlega mikinn máta og svo bara, við sinnum fræðslu til annarra starfsmanna félagsmiðstöða og ráðgjafars og erum í góðu samtali við aðra félagsmiðstöðar. Svo bara alls konar tilfallandi. Við erum með rosalega flott verkefni í gangi sem heitir hinsegin fyrirmyndir, þar sem við fáum þekkt hinsegin fólk sem að krakkarnir óska eftir í bara svolítið svona spjall, svolítið svona heimilislegt spjall, þar sem að einstaklingarnir koma og sitja fyrir svörum og bara mjög gott dæmi fyrsta kvöldi sem við vorum með í hinsegin fyrirmyndum fengum við Pál Óskar og það ætlaði bara gjörsamlega húsið að springa ofan á okkur sko. Af því þau eru svo þyrst í að finna ykkur fyrirmyndir sem þau geta speglað sig í og það svo geggjað að geta boðið þeim upp að það og bara að vera vitni af því að fyrirmyndirnar komi nær þeim eða séu ekki bara á TikTok eða Instagram eða þar sem að þau eru heldur að séu fyrirmyndirnar tilbúnar að koma til þeirra og það sem svo geggjað við þessa félagsmiðstöð geta safnað þeim öllum saman í þetta rými, krakkum sem tengja við hinseginleikann og bara svolítið svona má burt þá skoðun að hinsegin sé eitthvað öðruvísi, Þetta á bara, minn framtíðardraumur að í raun og veru þurfi ekki að vera hinsegin félagsmiðstöð að því þetta verði svo eðlilegt. En ég held því miður að það sé svolítið fjarlægur draumur, sko. Bara með við það hvernig krakkarnir lýsa bara mörgum ástæðum, eins og Tótla segir, margir skólar sem neita fræðslu eða bara gefa sér ekki tími að finna tíma fyrir fræðslu og margir skólar sem virði ekki fornöfn eða kynbreytingar eða hvað sem þannig að meðan það ennþá í gangi þá bara höldum við ótrúð áfram sko. Já, akkurat. En má ég líka spyrja út í Hrefna, hvernig starfið núna þegar þið megið ekki hittast? Eru það að halda, ég veit ekki, Zoom-partí eða eitthvað? Hvernig virkar þetta? Herði, við hefum verið að nota Discord rosa mikið og ég bara þakka tækni tröllum heimsins fyrir að hafa búið til Discord af því að það bara gjörsamlega að bjarga geðheilsu held ég margra ungmenna og marga félagsmiðstöðvar sem hafa verið að nýta sér þann miðil bara fyrir almenna opnanir og við erum með bara Discord opnanir á þeim tíma sem við ættum að vera með opið á þriðjudögum og þar getum við bara gert í raun og veru hvað sem við höfum verið með mjög virkan D&D-hóp, Dungeons and Dragons, sem að hittist og spilar, sem bara ótrúlega dýrmætt, mörg sem að koma bara til þess að spjalla og þá erum við bara að spjalla bara daginn og veginn og svo höfum við verið með tuðhótt, það sem með bara að koma og tuða og þetta er svo gullið tækifæri bara til að eiga í þessum samskipti við krakkana og bara, ég tárast á hverjum þriðjudegi að þau nenni að koma á Discord af því þetta náttúrulega aldrei alveg eins, þetta er aldrei alveg eins og að koma inn í okkar stóra og flotta rými og eiga stund með viniðinum, en þetta er samt svo ótrúlega mikilvægur hlutur til þess að geta verið með. Svo höfum við verið að bjóða upp á alls konar svona grín með því, sko. Við erum með mjög skemmtilegan jólaleik til dæmis í gangi núna, sem að heitir jólapeppleikur, þar sem að þau skrá sig og þau sem eru dregin út fá bara jólaheimsókn frá tveimur mjög hressum starfsmönnum í hinsegin félagsmiðstöðinni og fá óvæntan jólaglaðning og það er bara hugmynd sem er komið frá krökkunum, bara óskuð eftir að fá eitthvað hressleika og eitthvað glaðning inn í lífin og þá kom hugmyndin hennan jólapeppleik sem er svo geggjað og ég er svo þakklátt fyrir að geta átt í samtali við krakkana til að fá þessa hugmyndi til að geta framkvæmt þær, skilja.
Þannig að þetta bara, við hnoðum bara eitthvað deg úr því sem við höfum og vonandi getum við farið að opna. En það sem gerir kannski starfi okkar aðeins flóknara heldur en annarra félagsmiðstöð að það svo mikið blöndun af því þau koma náttúrulega úr bara alls konar skólum og alls konar hverfum að blöndunin okkar mesta áskorun núna. En bara vonandi fyrir við að geta opnað. Ég þrái það. Þrá að hitta krakkana og knúsa þau. Já, algjörlega, og verandi D&D-nörd til margra ára, þá veit ég að það getur brotið niður alveg ótrúlegustu múra, sko. En Tóta, mig langaði aðeins að fara til því núna, varandi hinseginfræðslu í grunnskólum og nú ætla ég að viðurkenna að þessi spurning á pínu svona eigingjöldum forsendu verandi faðir stelpu sem í öðrum bekk. Hvernig hafið þið verið með hinseginfræðslu fyrir svona ungbörn líka, þú veist, eins og alveg niður í fyrstu bekk og eitthvað þar og hvernig þeirri fræðslu þá háttað ef hún Já, við höfum verið með fræðsla sem hefur beðið hana sérstaklega niður í svona ungan aldur. Þá erum við kannski, þá ég heimsæki bekki sem eru kannski bara hinsegin börn, einhvers konar regnbogabörn. Það oft transkrakkar eða krakkar sem hafa foreldra sem eru hinsegin eða eru bara hinsegin að einhverju leyti. Og þá ég bara að koma og spjalla almennt það að fólk sé alls konar og bara svona útskýra fyrir þeim þessi orð sem þeir oft, erfitt með að skilja. Mér finnst draumur minn væri að ég myndi koma í 3., 7. og 9. bekk. Það að segja, í 3. bekk bara svona almennt til að spjalla við þau bara lífið og tilveruna og fólk sé alls konar og fjölskyldur sé alls konar og svo framvegis. Og svona miðstigi þá þau svona einhvern veginn að detta í, þá það pæli í þessu öllu saman. 10, 11, 12 ára börnin, þau eru byrjað að pæla í kynhneigðum og kynvitund og kyntjáningu og öllum pakkanum. Og svo myndi ég koma aftur, það svona 3 ára alltaf svona endurmenntun. En ég að eiga sömu samtöl við 5 ára eins og ég á við, 70. Þetta ekkert sérstaklega flókið. Þetta bara þessi hugmynd og bara opna á að fólk sé alls konar. Því við erum alveg upp í svo rosalega tvíkju og það þarf oft bara að ræða það og bara opna það. Að við megum bara vera eins og við viljum vera, hvernig sem það er. Það einhvern veginn svo bara opna fjölbreytileikann. En já, ég eiginlega, yfirleitt ég ekki kölluð til í svona ungan aldur nema það sé einhver sem það þurfi fræðslu eða þurfi samtalið. En til dæmis því frá land, þá ég að fara í bæi þar sem ég kannski kem ekki oft á svæðin og þá tala ég bara við alla frá 5 ára upp í 15 ára. Það bara öllum bænum hóa saman og foreldrum og kennurum og starfsfólki og bara reyni að ná eins stórum hópi og ég get. Og mér finnst ekkert erfiðara að ég á svo lítil börn, mér finnst ekkert flóknara að tala við 5 ára eða að tala við 15 ára. Það skiptir mig engu máli. Það bara nota aðeins öðruvísi orð sama hluti. Þau ná saman, þetta ekki engin geimvísindi þarna. Nei, og kannski þetta auðveldara fyrir þau að skilja því að þau eru kannski ekki komið með einhverjar hugmyndir mótaðar frá sem þau taka utan að frá og inn, En svo ég tali svona út frá því sem við höfum verið að tala það voru 2 mömmur eins vinnar hennar í leikskóla og hún var mjög forvitin út í það fyrst, en síðan talaði við bara þær elska bara hvor aðra og þá var já, auðvitað, og svo það var bara búið. Og eins með að þá rosalega, finnst mér persónulega frábært með varandi krakkana mína eins og til dæmis þegar það eru hinsegin dagar og þá regnbogafáni eins og sýnilegur allstaðar og þau að spyrja út í fánan hvað þetta, hvað í gangi og þá svo auðvelt að nota það til að opna á þetta samtal heima sem ég held að skipti líka máli. En ég hef svo sem ekkert meira að segja. Sanna, vilt þú kannski koma með eitthvað? Já, ég var rosa mikið að hugsa, ef ungt fólk leitandi, hvert þá best að fara? Þú veist, ef að ungt fólk væri að horfa núna eða búið að vera að hugsa eða langið til þess að tala við einhvern, hvert getur fólk leitað? Er einhver sími eða
einhver heimasíða eða hvað hérna, eða bara fólk yfir höfuð sem kannski horfa eða... Já, það náttúrulega í samtökunum, þá erum við með fría ráðgjöf, þannig að fólk getur alltaf komið í ráðgjöf til okkar. Við erum með sálfræðinga og félagsráðgjafa og fjölskyldumeðferðarfræðinga og alls konar, sem alveg frábær hópur af fólki. Og það alltaf hægt að senda okkur skilaboð á Instagram og Facebook og gegnum heimasíðuna, þetta bóka tími í ráðgjöf gegnum heimasíðuna og svo bara þetta hringi okkur. En þegar við erum að tala ungt fólk, þá ég rosa mikið að vísa en bara beint til Hrefnu í félagsmiðstöðinni. Það svo auðveld tenging þar að þau eru út allt, þau eru á Facebook, þau eru á Instagram út allt. Þannig að það oft svona gott, besta fyrsta skrifið svona þessi jafningagrundvöllur. Það einhvern veginn minna ógnandi að heyra í krökkum og svipum aldri með sömu lífsreynslu og bakgrunn heldur en kannski að hringja einhver félagasamtök. Algjörlega, og við reynum rosa mikið að láta þetta skref vera létt skref og á til dæmis eins og Instagram síðan okkar eru bara mjög góða leiðbeiningar hvernig þú átt að komast inn í húsið og hvað tekur við þér þegar þú kemur inn í húsið. Svo bara mjög algengt fyrsta skref bara skilaboð, og þá mjög algengt að tótlega hafi verið með fræðslu og við fáum skilaboði sem bara ég var á fræðslu, hvað þetta og hvernig get ég komið og hvað? En þetta sé ekki svona eitthvað svaka dæmi að fara í þetta sé bara, bara spjall svoleiðis, ekkert mál og já, ég held að framtíðin sé björt. Ég vil vona það. Ég vil svona vona að þetta sé allt, já, á réttri leið. Ég held að það er viklust, já. Ég alveg sammála því. Mér finnst bara 100% sammála. Unga fólki okkar í dag. Það er miklu klárari heldur en við vorum. Já. Og líka bara, það sem ég held að skipti líka svo ótrúlega miklu máli að við fullorðna fólkið og fólk sem kannski ennþá fullorðna heldur en við sem erum samankomin sé tilbúið að bara fræðast og taka móti bara þessum fjölbreytileika sem að spretta fram af því að við erum náttúrulega þeirra helstu fyrirmyndir og þau heyra orðin frá okkur og taka þau til sín þannig að leið og við breytumst og leið og við verðum svona meðferðarlegri í þessu öllu saman þá smitar það út frá sér. Þannig að ég held að fyrst og fremst séu það við sem að þurfum að taka til okkar bara að fagna fjölbreytileikanum og að við þurfum eins og Daniel sagði að dásta hinsegin fánanum og spyrja okkur sjálf, hvað er þetta og hvað þýðir þetta allt saman? Nákvæmlega, algjörlega. Ég held að sé mjög góð lokaorð, eitthvað sem þið viljið bæta við. Við bara höldum áfram að hlusta og fræða okkur. Takk ykkur kærlega fyrir, Tótla og Hrefna og við Sanna og Danni vorum hér í Hinni Reykjavík. Takk fyrir. Takk hérlega fyrir mig. Takk fyrir mig.